Hofsós hefur verið að byggjast upp sem ferðamannastaður í Skagafirði síðustu ár eða allt frá því að Vesturfarasetrið var opnað þar fyrir 20 árum. Steinsnar þar frá höfnin og þar að finna ferðaþjónustufyrirtækið Haf og Land sem býður upp á siglingar Skagafjörð. Við stofnuðum þetta í raun og veru vorið 2014 en hugmyndin er búin að liggja í maganum í mörg ár. Það er alveg að leyfa ferðamannum að upplifa það sem ég til dæmis búin að upplifa í mörg ár því að mörg ár hef ég farið út í Málmi og á þeirri leið er náttúrulega gríðarlega fallegt útsýni. Þórðarhöfðin er náttúrulega bara gull. Já. Og það er bara það sem maður vildi leyfa öðrum að fá að upplifa líka. Segðu mér aðeins Þórðarhöfðan. Þetta er nú frægur höfði og segirðu söguna hann? Nei, sko, við segjum rosalega litlar sögur hann. Já. Við segjum bara það sem sagt, staðreyndir höfðan, hvað hann er stór og hár. Og þetta er náttúrulega fornt eldfjallarúst. Já. Og huldufólk og... Nú, það er allir pakki. Það er allir pakkin þarna, sko. Já. Og bergið er náttúrulega æðislegt þarna, sko. Já. Þetta er svo mikið stuðlaberg svona samsett, sko. En það er náttúrulega, er það berggrósin, norðast á Þórðarhöfðanum, sem er náttúrulega alveg gullfalleg og kemur vel út. Af hverju heitir hún bergrós? Við köllum hann náttúrulega bergrós. Þetta er náttúrulega kögur, heitir endinn og heitir kögurrós. Og þetta er bergrós. Margir sjá út úr þessum enda þarna líka svona ljónshaus. Af því að það kemur svona alveg hárfar ljóns þannig í endanum. Mjög fallegt. Maður getur leyft ímyndunaraflinu að fara alveg í... Það er eins með allt bergið í höfðanum að krakkarnir hafa komið hérna fram í til mín og sagt bara, sástu þessa mynd, sástu þetta og ég segi, já þetta er nefnilega allt gríðarlega flott því að þetta er náttúrulega þeirra upplifun og ímyndunarafli þeirra sem ræður myndunum og fullorðna fólk er að sjá mjög mikið og hefur rosa gaman af höfðanum. Þetta er náttúrulega leynd perla því að þú getur ekki séð þetta nema frá sjó. En þá skulum við fara frá honum og í Málmi. Segðu mér aðeins með Málmi, hún er svo allt öðruvísi heldur en Drangey. Jú. Önnur drottning. Þetta er náttúrulega önnur drottning og hún er stærsta eyjan í Skagafirði. Hún er, og með gríðarlega byggðasögu líka. Þarna náttúrulega bjuggu barnmargar fjölskyldur. Byggðin lagðist af þarna svona réttur í jólin 1951. En þá brann síðasta húsið í eyjunni. Það var einhver hörmung, ekki? Já, sko, það lifðu allir af. Já. Það voru þarna 10 börn og 4 fullorðnir. Þetta náttúrulega reyndi mikið á. Þarna var vont veður. Það var norðan kaldi, hríð. Og þau náðu sambandi við Siglufjörð og fengu, náðu svona talstöðarsambandi en ekki nema bara til þess að biðja aðstoð og segja að húsið væri að brenna. Það voru einu upplýsingarnir sem komust og Siglfirðingar eða björgunarmenn náðu einhver sambandi meir við það. Og fólk í landi var með miklar áhyggjur því að það sá eldinn í Málmi. Og enginn komst til að hjálpa þeim? Enginn komst, vegna þess að veður og annað bauð ekki upp á neinar björgunaraðgerðir fyrir daginn eftir. Hvað segir? En er talað álög á þessari eyju? Jú, álög eru sögð hvíla á þessari eyju og segir að aldrei megi hjón búa þarna lengur en 19 til 20 ár, eða á 20. ári, að þá átti húsfreyjan að hverfa eða húsið brenna. Og þetta virðist hafa gengið svolítið í gegnum söguna. En áttu einhverja sögu handa mér af svona fólki sem hefur farið og upplifað eitthvað alveg ótrúlegt með þér sem þú getur deilt með okkur? Það upplifa allir nefnilega allt stórkostlegt á leiðinni, þannig að... Já. En það kom rosalega vel fyrir okkur í fyrra að við vorum í siglingu og á heimleiðinni þá sjáum við hval út á firði og stefnum í áttina að honum og það vildi ekki betur til en svo að Stuart, kanadíski sendiherrann, hann var með okkur í för. Já,
Það vildi svo vel til. Já. Og þannig að þetta hitti rosalega vel á og auglýsti fyrir okkur náttúrulega líka í leiðinni. Já. Var hann hrifinn? Gríðarlega. Já. Og hann með sína fjölskyldu og vini með. Og hvalurinn var bara að stökkva hérna rétt fyrir aftan bátinn. Já. Svolítið hvali? Núna í sumar hefur hann haldið sér mikið utar. Við höfum ekki séð nema 2 hérna inn á firðinum. En höfrunga höfum við aðeins séð sem sagt út við Málmey og Þórðarhöfða. En það sem sagt, við höfum minna séð hvalnum núna en í fyrra. Ertu eitthvað að bjóða upp á sjóstöng? Já, við bjóðum upp á sjóstöng líka. Það er alveg gríðarlega vinsælt að koma í sem sagt, siglingu í Þórðarhöfðan og taka sjóstöngina sem sagt á heimleiðinni. Þannig að það voru menn að taka þennan pakka, siglingu og sjóstöng. Alveg tært frelsi, sko. Algjörlega. En hvað ætlar að halda lengi áfram? Bara meðan að veður er gott eða hvað? Já, það er bara eins og veður leyfir, sko. Já. Og já, þetta er svona, annars er Íslendingurinn farin að minnka ferðir sína núna og hérna, en það er svona sjóstöngin og annað sem er svolítið vinsælt hérna. En það er alltaf þegar komið svona fram í ágúst að þá fækkar Íslendingum. Og svo fer náttúrulega lundinn, hann er ekki eilífur í Málmey en hann er farin svona í kringum 20. Já. 20. ágúst. En mikið svakalega eru útlendingar hrifnir á lundanum. Gríðarlega. Já. Og það er einmitt það sem sem sagt, kannski hindrar það aðeins að fara fleiri siglingar eftir þennan tíma. Já. Er það að útlendingurinn er að sækja svo mikið í lundan. Já. Já. En maður vill náttúrulega bara vera heiðarlegur og segja henni frá því að hann sé farin á þessum tíma en þau hafi kost á hinu og sumir taka þann pólinn í hæðina að skjótast og þá náttúrulega þeir verða ekki sviknir af því. Nei. Hvernig er að búa á Hofsósi? Það er náttúrulega bara yndislegt. Það er það er bara fá engin orði lýst hvernig er að búa hérna. Það er sem sagt sólin, hún er svo mikið lengur hérna megin í firðinum heldur en maður bara áttaði sig á. Hún er svo lengur fram á kvöld. Þetta er bara vítamínsprauta og geðheilsan alveg bara fyrir upp í mörg prósent. Já.